Ég ætla að sýna ykkur aðeins hérna hvernig við vinnum með gagnagrunn í Excel. Þannig að hérna erum við með gagnagrunn þessi niðurstöður úr ykkur maraþonhlaupi. Hérna erum við með öll sætin og hérna erum við með nöfnin á þeim og tíman og kyn og í hvað flokk þau voru. Þegar við ætlum að vinna með svona gagnagrunn og vinna með svona upplýsingar að þá ætla ég að sýna ykkur á fítu sem heitir filter. Þannig að þið farið hérna í data, efst uppi og finnir svona síu sem heitir filter. Smelli bara á það og þá birta svona litlar örvar hérna efst í dálkunum. Og þannig að til dæmis ef ég fer hérna í sæti, smelli hana þá sjáum við að efsti valmögulegin er hérna sort smallest og largest eða sort largest og smallest. Þannig að ef ég smelli hérna sort largest og smallest og þá raðar hann upp allir í töflunni þannig að hérna koma hæstu tölunar og sem verður alltaf minna og minna. Þannig að hérna er sá sem lenti í síðasta sæti. Ég get sem bara breytt þessu aftur í smallest og largest. Þá er þetta með þetta í röð eftir sætum. Ég get líka farið hérna í nöfnin og valið hérna A til Z og þá fæ ég þetta í stafrófsröð. Það getur því að öll taflan raðast í samræmi með þetta. Það er ekki bara þessi dálkur. Það sem ég get líka gert er að ef ég fer hérna til dæmis í kyn, hérna er bara male og female og ég get náttúrulega raða þessi stafrófsröð, en ég get líka hérna neðar, hérna get ég bara slökkt á orðum sem er að koma fyrir þessum hérna dálki. Þannig að ef ég vil ekki sjá male, þá bara smelli hérna male og gera OK. Þá er ég bara að koma með konur sem voru að keppa í þessu kaplubi. Nú ef ég vil taka þetta í burtu það sem ég var að gera, þá get ég farið í þetta aftur hérna og valið þetta clear filter from kyn. Þannig að þetta er svona hálfgert undo. Þá fá ég aftur upprunalega töfluna. Eins hérna með flokkana. Hérna get ég bara slökkt á þeim flokkum sem ég vil ekki sjá. Og síðan bara gert OK, þá fær maður það. Ef ég vil taka tilbaka, þá fer ég hérna í clear filter. En OK, að raða þessu hérna upp í sætaröð og gerum aðeins flóknara. Þannig að sjáum hérna að það sem var fljótlegastur hérna í þessu kapplaupi, hann var 3 klukkustundir og 25 mínútur. Segjum að ég vilji bara sjá þá sem voru milli 4 og 5 tíma. Bara sjá þá sem voru lengur en 4 tíma en minni en 5 tíma. Þá fer ég hérna í tími og þá skoðum við þannig hérna möguleika. Number filters. Þannig að hérna getur maður fundið eitthvað sem er jafnt og eða er ekki jafnt og, stærra en, minna en, eða hérna between. Það er að segja að við erum á milli einhverja ákveðinna gilda. Ég prófa að velja það hérna og þá stendur hérna is greater than or equal. Það er að segja er stærra en. Þannig að ég vil hafa þetta stærra en 4 klukkustundir. Neðri hérna stendur is less than or equal. Þannig að er minna en. Þá ætla ég að 5 klukkustundir. Sem gerir OK og þá sjáum við ég fæ hérna einhvern Thomas sem var rétt rúmlega 4 klukkustundir og síðan er ég hérna með bara keppendur sem er milli 4 klukkustundir og 5 klukkustundir. Þannig að hérna er ég komin í 5 klukkustundir og þá fæ ég ekkert meira.